Bræður og systur þegar ég var ólíf of dóttir mín. Dóttir sagði mér í spádómur að ég ætti ekki að hafa áhyggjur, að hann myndi rugla saman fyrir læknavísindi. Og þegar niðurstöðurnar voru lélegar og ég þá alóvart að ég myndi trúa hann á síðasta orði. Dóttir mín þegar hún fæddist með mekonium og á sjúkrahúsi. Svo sögðu mér að hún hefði fæddist látin, að hún væri látin í móðurlífi mínu. Þau flytja mér cirka 12 klukkutíma til að flytja mér vegna þess að það var engin skurðlæknir þegar ég kem á hinn spítala. Þau framkvæmdu keisaraskurð á mér í þessi tíma dóttir mín fæddist og allir læknir þau voru hissa og hlaupa. En dóttir hélt áfram að segja mér í spádómum að hann rugla saman fyrir læknavísindin. Svona var eftir 7 mánuðir liður og dóttir mín stækkaði. Hún fór að upplifa líkamlegar tafir. Við fórum með hana til læknis og eftir margir próf þau komust að því að hún væri með vansköpun í hægra heilablaði og hún greindist með hliðarlömun og svo þáði mér að hún gæti ekki gengið og hún muni verða fyrir einhverjum tofur í hreyfigetu hennar, vísmunalegt nám. Að tala hennar myndi skerðast, að hún myndi fá stöðufló á þessari stundum hún á ekki engum flókakasta, en já, hún var seikun að hreyfi þroska hennar. Hún þurfti að leggjast inn á sjúkrahúsi og fylgjast með flókun og hún fékk aldrei fló. Læknarnir sögðu mér að hreyfigeta hennar myndi skerðast eftir hún stækkaði, en eftir því sem tími leið gerðist hitt gagnstæði. Hún fór að þroskast betur, hún fór að tala. Þegar hún talaði gat enginn þakkað niður í henni. Nám hennar var ekki flytja áhrifun. Við erum að skipta læknir af því FPS. Þau skiptu læknir og læknarnir sögðu að það væri ómögulegt fyrir hana að vera með þá greiningur og þau breyttu prófin aftur og vansköpun kom í ljós. Hún ólst upp í dag að hún sitt eigi heimilið fjölskylda hennar. Dóttir sagði mér líka að það væri hennar hlutverk að þjóna honum og Drottinn gaf henni að heilögum anda sínum á mjög unga aldri. Í dag er hún venjuleg manneskja. Ég vitna þetta Guði til heiðurs og dýrðar. Ég var 29 ár í kirkju og ég komur í kirkju og það væri bara svona mjög góðar upplifun því að ég mæti til að taka mína fjölskyldar úr í kirkju því að ég fyrst að vita bróðir mín var í kirkju og ég senda mamma mín til að mæta og taka úr í bróðir mín að því að frá svona þegar ég var ung ég fór í marga kirkju til að leita Guð og það var engin tekið mér að því að það var bara svona að segja hlutum sem að mér skríti og ég líður mér rætt og þegar ég viti bara það mín ég er búin að reyna að taka hann í burtu, ég er búin að segja mamma ég er svolítið langt í burtu, ég er 4 klukkan tíma og svo fór þú og taka bróður minn frá þá væri ekki að þeir að gefa hann að drega eitthvað eitru og svoleiðis og svo búin að svara mig og segja já dóttir minn ég er að fara að sækja hana og mamma var fastileg í kirkju. Þá var ég að tala með systir minn og segja bara systir, mamma minn er að segja mig að þetta er gott þanga og það er bara svona, ég trúir ekki að Guð er að tala með maður. Hvernig það getur verið að maður er svona vondur, Guð tala með honum. Og svo systir minn búin að segja, ég er að mæta þá og ég er að fara að sækja þau. Og ég segja, ok, farðu. Og ég var að spyrja fyrir systir mín og hún búin að svara að segja nei, þetta er svo góð og þá Guð er að tala við því og að snirta hjarta og það er bara svo líka þau eru að gefa eitthvað til þing og hún sagði nei, svo á að mæta. Þá kemur svona smá stundu, ég var að búa í Líbani, ég fór til Pereira og ég var að segja fyrir bróður minn sína mér í Biblíun hvaðan segja að Guð er að tala með maður af því ég var ekki að lesa heila Biblíun.
og hann sagði við mig í Korintía 13 og 12, ég var bara að lesa og segja bara, getur það verið trú? Nei, ég getur ekki trú að Guð að tala með fólki svo syndari. Og ég fór og segja bara, komdu að það eitthvað svona spes í það. Og það var að segja mig að ég var með barni 2 ára gömul og hann var með drenguri hafði brotnin öglan. Og hann var í bæklungna meðferð og þessi tíma lækni var að kosta svona 500.000 sem var mikið peninga þannig tíma. Og lækni búin að segja mér að hann á að vera með þessi svona bæklunar meðferð alltaf af því að hann var að labba á það. Hann getur ekki labba nema bara með það svona ját sem að halda honum. Og svo Guð búin að segja mig, dóttir mín svo kom til að taka þína frá úr heima minn og ég að segja þetta minn trúkirkju að því að þú var að leita mér í marga staði en sann svo koma í rétti staði. Ég að gera í þessi staði, ég að tala með maður, meira en það ég að segja að ég tala við því og svo drömmir ekki að þú verður að fara í smá stundu og ég að gera támark í þessi sína litla sem tekur tár frá þér. Það var kom að segja mig að meira en það svo bara að gera aftur svona pröfu aftur lækni að segja það allt í lagi og það var svona bara svo síðast þegar lækni búin að segja mig að við á að horfa svona mynda annað svona ját fyrir barni. Lækni búin að segja mér að þetta svona myndatöku fyrir barni. Og hann sagði mig, í þessi svona myndatöku segja að hann veikur og í nýja svona myndatöku bara svona perfekt, bara í lagi. Og ég búin að segja, nei, þetta getur ekki verið, þú breyta svona mína myndatöku. Og hann segja, nei. Og ég bjóða hann gera aftur svona myndatöku og þá var hann að segja, sjáðu svona tær sem bara í lagi. Og þá var ég mynda á svona spáorðingjafingu því að ég var 6 mánuð sem mætar ekki í kirkju og þetta var til að dyrka Guð.